Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Já, við höfum verið svolítið að ræða öryggismál Íslands og breyta stöðu í heiminum, hvort að við ættum að kannski endurskoða þjóðaröryggisstefnuna. Verið með svona þráð við rauðaborðið og nú ætla ég að slá á þráðinn til Helenar Ólafsdóttur sem öryggisráðgjafi og þekkir vel til þessara mála allavega í öðrum ríkjum. Blessuð Helen. Hæ. Ef við byrjum bara að því að það svona tilfinning fólks að það sé verið að breyta stefnunni, að sé orðin herskári, við erum farin að flytja vopn og svona byrja að stilla okkur svolítið upp á milli herveldana í staðin fyrir að kannski að vera með stefnu sem miðar út frá því að við erum herlaust land og viljum vera friðsæl eins og almenningur allur líklega vill. Hvað eru þessar fréttir varnarsamninginn við Úkraínu og vopnasendingar þangað? Er þetta breyting eða var þetta þegar bara komið inn í öryggisstefnuna? Þjóðaröryggisstefna Íslands mjög herleg og hún reyndar skrifuð 1916 en hún það sem vandamálið það þarf að uppfæra þessa stefnu engu að síður vegna þess að það eru breytingar sem eiga sér stað í heiminum. Þetta náttúrulega skrifað ekki bara áður en að innrásin í Úkraínu vegna þess að þjóðaröryggisstefnan í rauninni tekur mjög mikið mið af því sem að gerast í Úkraínu á þeim tíma og herófninni þar. Vandamál með íslenska þjóðaröryggisstefnu myndi ég segja að hún bara eiginlega ekki, ef ég má sletta, fit for purpose. Það að segja, hún alltaf herleg og ég hef persónulega unnið að þjóðaröryggisstefnum víða annars staðar, aðalega þá í löndum sem eru miklar ógnir og stríðjafel og átök. Og ég var svolítið hissa, ég hef verið viðurkenna það að ég hef ekki verið að vinna á Íslandi síðan 2001, þannig að ég hef ekkert verið neitt mikið að fylgjast með þessu, en ég var svolítið hissa þegar ég fór aðeins að garfa í þessari þjóðaröryggisstefnu Íslands. Hún fyrst þegar það kemur þessi hugmynd þjóðaröryggisstefnu á Íslandi, hún kemur frá vinstri miðstjórninni og það Össur Skarphéðinsson sem utanríkisráðherra þegar þetta fer fyrsta stað. Og það sett saman einhver þingnefnd sem þverpólitísk þingnefnd. Tónninn í þessari fyrstu tilraun eða það sem að þingið gefur raunni grænt ljós og þessi formúlir þessi þjóðaröryggisstefna að það allt annað tónn í því plaggi. Og svo þegar stefnan kemur sem sagt seinna í kringum 15 og 16 og þá tónninn í plagginu orðin allt annar og alveg gríðarlega herlegur. Og það í rauninni bara, þú veist, það ég svona skoða plöggin í kringum þetta og svo formina sem var unnin af meðal annars meðlimum þingnefndarinnar og að klárt og skýrt að þarna við með tvo þætti sem eru aðalega í sambandi við þjóðarvarnir okkar og það Atlantshafsbandalagið númer 1 og 3 og svo náttúrulega þessi samningur varnarsamningur við Bandaríkin sem frá 1951, sem sniðinn á tímum kaldastríðsins í rauninni, eða þegar það að fara allhressilega í gang. Þannig að við erum búin einhvern veginn í umhverfi, okkar herumhverfi rosalega íhaldsamt og það sem mér finnst alveg merkilegast við þetta, við þurfum aðeins að fara að endurskoða. Ég ætla bara við hefum eftir að ræða þetta náttúrulega, en það sem að gerast í heiminum og eflaust þínir viðtalendur hafa verið að benda á það að við erum ekki þrátt fyrir þetta gríðarlega samstarf og útvikun NATO, þá heimurinn ekki öruggari og Evrópa ekki öruggari fyrir vikið. Og það ekki öll Vestur-Evrópuríki í NATO til dæmis, það má nefna Austurríki ekki NATO, Sviss ekki NATO, Írland ekki NATO, Kýpur, Malta. Ég meina þú veist, þannig að okkar mér finnst að það þurfa að fara aðeins ekki bara að ný ríkisstjórn þarf að fara algjörlega að endurskoða þessa stefnu því hún horfir allt of mikið á herlega hlutina og það þarf nýtt áhættumat sem að byggist á íslenskum veruleika. Það þarf að taka öryggisstefnuna þannig að hún þarf að vera miklu meira horfa líka inn á við og við getum farið út í það hvað það þýðir. En bara, já, þetta alveg ótrúlega svona
mér finnst svolítið gamaldags þessi stefna. En er það rétt skilji hjá mér að stefnan sé kannski ekki byggð á einhverju greiningu á þeim ógnum sem að Ísland raunverulega stendur frammi fyrir, heldur frekar sé hún eiginlega henni sé stillt fram svo að Íslendingar geti verið virkir og miklir þáttakundur í hernaði til dæmis eins og í Úkraínu? Já, sko, það er nefnilega svo áhugavert að áhættumati sem var gert áður en þessi stefna var sett fram, sem var gerð 2009, sem er dálítið langt síðan, að hún í rauninni, eða áhættumatið, bendir á 3 þætti og þetta er algengt í þjóðaröryggisstefnum að það séu 3 þættir, 3 lög, að hætturnar eru metnar þannig að fyrsti flokkur, það er svona forgangsflokkurinn og síðan er annar flokkurinn, það sem er svona, ekki algjörlega í forgang en er jafn mikilvægt, skilur þú veist, til dæmis, það er sagt tekið fram þær þarfnast fullar athygli en er ekki í forgang. Og flokkur 3 er svona eitthvað sem er ólíklegt að muni gerast, en ef það myndi gerast, þá myndi það hafa alvarlega áhrif á þjóðaröryggi Íslands. Og í þessum 3. flokki er bara eitt atriði og þar stendur hernaðarógn. Það er sem sagt 3. þátturinn sem er talin ólíklegastur þarna á þessum tíma þegar þetta skrifað, en samt öll þjóðaröryggisstefnan miðast einhvern veginn við hernaðarógnin, að svara henni. Þannig að það er svona ákveðið í rauninni svolítið stefnan einhvern veginn ekki svara eins mikið því sem er sett þarna fyrst, sem er til dæmis umhverfisvernd og slys, það er talað náttúruhamfarir. Ég hugsa að nýju öryggisstefna Íslands muni breytast líka bara með hliðsjón til þess hvað er að gerast á Reykjanesskaga. Og en svo er líka bara með Ísland, eins og ég segi, þetta er rosalega út af við og þetta er rosalega herlægt. Það vantar alla analýseringu á okkar eigið samfélag og ógnirnar sem okkur steðja innlands. Það er bara til dæmis sá partur af samfélaginu sem hefur breyst gríðarlega bara á 10-15 árum er að við erum orðin fjölmenningarsamfélag sem var bara ekkert endilega sama staðan fyrir hrun. Þannig að þegar þetta áhættumat fyrir gang, þá eru bara miklu færri útlendingar á Íslandi. Það eru svo gríðarlega breytingar sem hafa átt sér stað í íslensku samfélagi að en mér finnst einhvern veginn stefnan ekki taka mið af neinum af þessum breytingum því hún er náttúrulega frá þessum tíma. Það verður að uppfæra stefnuna. Annað sem ég hegg eftir er, ef ég til dæmis skoða bara Austurríki sem dæmi, þá ég hef notað svolítið Austurríki í minni vinnu sem ég er að benda fólki á að skoða, ekki það að Austurríki sem best case, en þar til dæmis byrjar stefnan á að tala stofnanir og social justice. Það er talað atriði sem varðar velmegun og velferð þegna og það er miklu meira verið að leggja áherslu á þeir skipt náttúrulega endanum í 2 hluta. Það er þjóðaröryggisstefnan horfir á innanlands og utanlands, samstarf utanlands, en okkar stefnir einhvern veginn rosalega bara mikið hvernig okkar samstarf er við umheiminn. Og það gleymist alveg að horfa inn á við í þjóðaröryggisstefnun okkar. Þessi þarf að breyta. Það er líka annað sem er að þinghópurinn sem það er farið yfir hvernig þinghópurinn náttúrulega í hvernig heimsóknir hann fór og hvaða metið, hvað var skoðað. Þetta er líka mjög svona íhaldssöm nálgun á það sem er skoðað og aftur mjög herlegt. Þannig að ég myndi segja að það væri ekkert vitlaust í ljósi þess eins og þú segir, það eru ákveðnar breytingar, eðlislega breytingar í stefnunni og ég ætla aðeins að fara yfir það eftir smá stund. En fyrst vil ég segja, við sem samfélag erum ekki með samtal þjóðaröryggi okkar. Við erum ekki með samtal lögregluna, við erum ekki með samtal kerfin okkar. Þetta er allt of mikið keyrt af stjórnmálamönnum og alls ekki að það á sig samtal við þjóðin. Hvað þjóðin við. Þess vegna erum við að reyna við rauðaborðið aðeins að hafa þessa umræðu og vegna þess að það virðist vera þannig eins og ráðherrarnir ákveða þetta og svo sé þessu eiginlega bara rennt í gegnum þingið og það er eiginlega engin umræða í samfélaginu þetta, ekki heldur í háskólasamfélaginu, ekki í fjölmiðlum annars staðar.
Eitt af viðtölum sem við höfum verið að leggja út frá að þegar að Þórdís Kolbrún kemur ykkur staðar og er í viðtali eða heldur ykkur að ræðu að þá reynum við að hafa ykkur umræðu hér við rauðaborðið og eftir. Í einu af þessu viðtali sem var á Sprengisandi fyrir held ég bráðum 2 vikum að þá sagði hún að helsta öryggisógn af Íslands og hljómaði næstu eins og svo eina sem við ættum að veita athygli væri stríðið í Úkraínu. Finnst þér þetta að vera rétt mat? Þetta er ekki í samræmi náttúrulega við öryggisstefnun okkar, þannig að ef það þarf að vera áhættumat, það þarf þá að uppfæra áhættumati og gera grein fyrir því. Mér finnst það mjög merkileg nálgun, ég veit ekki á hverju það er byggt, ég get ekki séð, sko, það er kannski annað sem er líka annars það er að finna í öðrum öryggisstefnum en er ekki mikil áhersla lögð á hér og það eru diplomatiska leiðir fyrir friði. Það sem er að gerast núna, eins og ég sagði í upphafinu, er að við erum ekki á betri stað en við vorum fyrir nokkrum árum. Það sem er að gerast er í rauninni allt svona bara heimsvísu, þá er ástandi í heiminum miklu verra en það var fyrir nokkrum árum. Þetta hefur aldrei verið eytt miklum peningum í vopn á hverju ári eins og 2023 síðan í seinni heimsstyrjöld. Og þetta er einhverja 2 trilljónir, bandaríkjadallar. Þetta eru rosalegar upphæðir. En sko ég vil bara taka það fram að það sem hefur verið að gerast í kringum NATO, það er nú alveg heill kapítóla fyrir sig hvernig við erum komin á þennan stað með Úkraínu. Það er auðvitað öryggis, sérstaklega fyrir nágrannalöndin, Finnland og þau ríki sko, en náttúrulega hefði áhrif á mataröryggi, á mat, þetta hafi öryggi á orkuverð, en núna er þetta einhvern veginn að sjattlast, en stigmögnunin er samt að gerast vegna þess að Bandaríkjamenn hafa í rauninni gefið Zelenský grænt ljós á að nota amerísk vopn á Rússland. Þannig að sko þegar við tölum þetta stríð í Úkraínu, þetta er ekki stríð á milli Úkraínu og Pútins, skilur við. Þetta er stríð, raunverulega, þetta er stríð svolítið sem er á milli Bandaríkjanna og Rússlands, en Úkraína er það sem allt fyrir fram. Við getum ekki þóst að þetta sé bara, já við ætlum bara að dæla hann inn vopnum. Það mun aldrei gerast að þetta veri unnið með hernaðarsigri á Rússlandi og allar tilraunir til þess að setja viðskiptabann á Rússa, það hefur bara ekki gengið upp. Þannig að við horfum núna fram á það að við erum að sjá þetta stríð verða áfram næstu árin, þar sem er deilt vopnum í þetta og margir hernaðarsérfræðingar telja hreinlega að við séum að færast miklu nær því að það veri hreinlega kjarnorkuvá út af þessari stigmögnun sem er að gerast þarna í Úkraínu. Persónlega tel ég að það er... Má ég aðeins skjóta inn af því að við vorum að leggja út frá því sem að Þórdís Kolbrún sagði. Hún segir að sko mesta ógnin sé og á þá líklega við að ef að Rússar vinna á vígvellinum það sé mesta öryggisógnin, en þú ert að lýsa mesta öryggisógnin ef að það tengist Úkraínustríðinu, sé stigmögnun og möguleg kjarnorku átök sem að getur þá skadað okkur sem svona eins og hliðarverkun af stríðinu, ekki endilega hver vinnur eða hver tapar. Ég meina það fólk sem heldur að það verði einhver hernaðarsigur í þessum átökum, ég veit ekki hvar í ósköpunum, ég meina, ég ætla nú bara að tala núna út frá reynslu til margra ára á stríðsátakasvæðum. Það er eina stríðið sem ég veit til, það sem vannst hernaðarsigur og það er mjög skýrar ástæði fyrir því, það var á Sri Lanka. En allar aðrar það var líka því styrjöldin var bundin svolítið við Sri Lanka. Þetta var ekki geopolítískt í rauninni á þeim tíma sem þetta kláraðist. En það sem að ég get ekki, ég skil ekki fólk sem í alvörunni heldur að það veri hernaðarsigur í Úkraínu. Vegna þess að við erum að tala um það að Rússar eru með jafnmikið að kjarnorkuvopnum Bandaríkjamenn, þannig að það er alltaf sú staðreynd sem blasir þarna bak við allt þetta. En það er líka bara það að í alvörunni erum við tilbúin, eða þú veist, ætlar Úkraína að fórna 500.000 Úkraínumönnum á næstu árum, 2-3 árum, til viðbótar. Erum við í alvörunni að fara að stigmagna vopnakaupin til Úkraínu?
ég skil að þannig að mér finnst þetta svolítið umræðulega dýrt fyrir Úkraínu. Svarið er já. Proxy-vorið. Svarið er já. Ef þessar spurningar sem þú ert að leggja fram og ef ég ætti að svara út frá því hvernig Þórdís Kolbrún og Bjarni Benediktsson talar, þá er bara svarið já. Já, en þetta er líka við skulum bara átta okkur því að umræðan í kringum Úkraíns stríðið og stríðið er nú ætlum ég að taka það fram að maður er alltaf leið maður fyrir einhvern veginn að svona velta þessu upp að þá er alltaf bara maður bara pútinisti og ég hef bara engan áhuga að búa í Sovétríkjunum og myndi ekki vilja búa undir þeirri ógnarstjórn sem það ríkir. Ég bara er að hugsa út frá geopolítísku stability, ok? En það er bara þegar leiðum að fyrir að spyrja spurninga og setja fram spurningamerki á þessum mótum að þá einhvern veginn er bara að fara eftir mjög svipað eftir 9-11 Bandaríkjunum. Það mátti enginn í rauninni koma með aðrar skoðanir á málinu. Það var bara ein skoðun, það var að fara inn í Afganistan. Það meira sem í Íraksstríðið að allar raddir sem voru á móti fyrir innrás voru kveðnar í kútinn. Það sem gerist og mér finnst umræðan á öllum Vesturlöndum bara hreinlega að hafa orðið, þetta er ekki heilbrigt þegar við keyrum á þessari hernaðarríki og enginn er að spyrja spurninga eru til dæmis diplomatísku leiðin. Nú ætlum ég að, mér fannst þetta ekki gott múf hjá okkar stjórnvöldum að loka á pólitíska leiðir við Rússland. Ég bara skildi ekki hreinlega hvernig ósköpunum þessi ákvörðun var tekin. Vegna þess að í gegnum allt kalda stríðið að þó vorum við alltaf í samskiptum við Sovétríkin. Og okkar þjóðaröryggi er ekkert betur varið að skera á á diplomatiska tjannum. Við erum líka, það mætti líka í rauninni, bara í tengslum við þessi átök, að þá og öryggi okkar ekkert endilega betur farið að vera innan NATO sem er í útvíkunar stemmingu sem að, og ég meina, ég ætla ekki að fara í söguna, það er eflaust miklu betra fólk sem getur aftur svona endurnýjað samtalið af hverju við erum komin á þennan stað í Úkraínu. En ég meina, það er ekki hægt að aggressífin sem að Rússland núna er með í Úkraínu er náttúrulega ekki hægt að réttlæta, en það er þau okkar sem hafa fylgst með þessu skiljum af hverju við erum komin á þennan stað og af hverju þetta var fyrirsjáanlegt. Og þess vegna var svo einkennilegt að fólk skildi ekki í rauninni heldur sjá fyrir þessa innrás Rússa. Það var ekki fyrir rétt undir lokina að CIA og eitthvað svona, voru farnir að vara við því að Rússar ætluðu að fara inn. Vegna þess að þau bara sáu það. En við erum komin á þennan stað vegna þess að það er náttúrulega James Baker á sínum tíma lofar Sovétmenn með Rússum að það verði ekki útvíkkun á NATO. Það er síðan allt í 7 ríki þarna komin inn í NATO frá Austur-Evrópu og síðan segir bara Putin klart og skýrt í munnhjörn einhvern tímann hann örugglega upp á 2008 því að þegar Bush er farin að segja Úkraína verði partur af NATO. Og þá segir Putin, það er ekki séns, þetta er 2100 kilometrar sem eru landamærin, þetta mun aldrei gerast. Og síðan upp úr þessu sjáum við stigmögnuna og þetta snýrist náttúrulega líka þeirra presensatna á Krímskaga og þeirra naval base og þetta. En ég ætla ekki að fara til það vegna þess að það er löng og ég vil bara segja að við verðum að skilja af hverju við erum komin á þennan stað sem þessi innrás er. Og við verðum líka að hafa núna sensible, bara að hafa ákveðið samtal það hvert erum við að fara með. Það er ekki að fara að vinnast hernaðarsigur. Og hernaðarsigur gæti í rauninni falið með sér, ef við komum Rússum á þann stað að það allt í einu er yfirvofandi hernaðarsigur yfir Rússum með sín kjarnorkuvopn, hvert erum við að ýta þessu konflikti. Þannig að ég bara, mér finnst þetta stórhættulegt samtal, mér finnst þetta stórhættulegt að það séu ekki diplomatiskar leiðir, mér finnst alveg fáránlegt og stórhættulegt að það sé ekkert samtal á milli milli Bandaríkjanna og Rússlands. Það út af fyrir sig er meira segja í öllum tímum kalda stríðsins. Þá var alltaf samtala á milli. Svona öryggismat ríkja út frá Úkraínustríðinu misjafnt. Það eru lönd sem eru þarna í kring eins og Eystrasaltslöndin og Pólland sem
eru með svona herskárri tón, kannski ekki herskárri en við, en svona herskárri heldur en kannski vestrið og líta svo á að markmiði með stríðinu sé að koma Rússland á kné svo að ógnin úr austri hverfi, af því að þau líta það sem sína helstu öryggisógn. Bandaríkin eru með einhverja sérstaka stefnu það hvernig þau vilja hafa Evrópu og líklega það stefna þeirra að kljúfa á milli Rússlands og Evrópu, hafi ekki hag af því að Rússland tilheyri Evrópu. Við hins vegar, það er kannski erfitt að sjá hverjir eru okkar hagsmunir varðandi þetta svæði. Stendur okkur ógn af Rússlandi eða og þá er spurningin að af hverju nær ekki gegn svona sérstakt mat út frá sjónarhóli Íslands í gegnum inn í öryggistefnuna. Því það er eins og Hilmar Þór Hilmarsson hefur til að spenta og það er eins og við höfum útvistað henni einfallega til Pentagon og NATO að við tökum upp þá stefnu sem oft er svo stefna sem að til dæmis Úkraína eða Pólland eða Eystrasaltslöndin vilja halda á lofti sem að ef til vill bara alls ekki öryggishagsmunir okkar. Akkurat og bara eitt áðan ég fer út í Ísland sérstaklega. Írónían er að ég bandarísk utanríkispólitík hefur því miður bara til dæmis með Íraksstríðið ýtt í Írak bara til Íran. Yfirráð Íran eru mjög umsvifamikil í Írak sem var ekki áður fyrir Íraksstríðið og það sem hefur gerst með Úkraínustríðið er að Rússland og samskipti Rússlands og Kína hafa bara elst í kjölfarið. Þannig að þeir eru að ýta og það er akkurat ekki það sem var náttúrulega sett upp með að það er eitthvað bandalag milli Rússlands og Kína. Stórhættulegt að sjálfsögðu. En þú veist, einhvern veginn að allar þessar stefnur sem hefur verið að knýja áfram með þessar rosalega áherslu á bara herlaga hlutan og ég held að ég ætla ekki að fara að tala um Bandaríkin en við verðum líka bara að vera mjög vakandi fyrir því að það er bara mjög stór partur af þingmönnum í ameríska þinginu sem er bara styrktur hreinlega af hergagnaframleiðendum og þannig að við þurfum alltaf svolítið að hugsa svona allar þessar stefnur, sérstaklega frá Bandaríkjunum, það þarf að hugsa þetta svolítið í gegn, vegna þess að þetta er bara svipa á með gas, það er bara lobbyismi sem sér til þess að Bandaríkin eru bara hreinlega búin að og nú er að tala um Ísland nú erum við allt í einu stöndum fram fyrir því að okkar helsti bandamaður í okkar þjóðaröryggisstefnu eru Bandaríkjamenn sem er þá sem sagt, Bandaríkjamenn er náttúrulega stærstri alltaf í NATO en við erum líka með þennan sérstaka varnarsamning frá 1951 og það sem mér finnst eiginlega svolítið athyglisvert hér er að ég myndi ekki telja það neitt rosalega heppilega stefnu að setja öll okkar egg í þessar körfi. Það er reyndar í þjóðaröryggisstefnunni er reyndar talað að við séum að virkja meira samstarf við Norðurlöndin og nágrannalönd og það finnst mér mjög gott. Samt sem áður þarna því miður er þarna þessi herrlega nálgun. Mér finnst þjóðaröryggisstefnan eðlilega svolítið endurspegla svolítið mikið meira utanríkisstefnu Sjálfstæðisflokksins vegna þess að það er náttúrulega Sjálfstæðisflokkurinn sem fór með þennan málaflokk. En misskilningurinn í okkar þjóðaröryggisstefnu er eins og ég segi, hún er rosalega herrleg og hún er bara rosalega mikið út á við. Á meðan að núna það sem okkur stegar hætta til dæmis eru eldgos og kannski þú veist skautun og slíkt og kannski hryðjuverk innan okkar landamæra sem geti þó komið með þessari skautun. En að því að þú spyrir mig sérstaklega málið það að þjóðaröryggisstefnan hún í rauninni talar til dæmis bara svona dæmi contradictions. það er bara að tala það við leggjum áherslu á að vera á móti kjarnorkuvopnum. Það er að segja að við ætlum að vera frí frá kjarnorkuvopnum. Að þau vera ekki leið innan okkar landamæra og síðan allt í einu erum við að kjósa samt á móti banni við kjarnorkuvopnum í Sameinuðu þjóðunum. Þú veist, hvar er þetta passar ekki við stefnum okkar. Það eru alls konar svona hlutir sem að ég held að er ekki samtali og hvernig við kjósum hjá Sameinuðu þjóðunum. Það var nú allt vitlaust þegar við kusum gegn vopnahléi á Gaza í október síðastliðnum. Þannig að það er bara ekki rosalega mikið eftirlit til með hvernig ríkisstjórnir okkar er að kjósa.
og hún ekki einu sinni samkvæm þjóðaröryggisstefnu. Þú ert að segja, Helen, að það sem að skara saman stefna Bandaríkjanna og íslenska þjóðaröryggisstefnan, það sem við erum öðruvísi, að þá víkur það okkar stefna, eins og í sambandi við Gaza, sambandi við kjarnorkuvopnin. Það var eins og Hilmar að segja að það er búið að útvista stefnunni, það er búið að útvista stefnunni til Pentagon. Já, og það sem ég vil líka er svolítið athyglisvert við þegar var unnin af þessari þingmenn preppi fyrir þessa stefnu, að þá er Sjálfstæðisflokkurinn sem gerir sérstaka bókun það að það væri kannski ekki alveg raunsætt að banna kjarnorkuvopn á Íslandi. Við erum náttúrulega aðeins að tala um kafbáta. Við erum ekki náttúrulega engin sem held ég að stinga upp því að verið kjarnorkuvopn á Íslandi, en við erum að tala um kjarnorkuvopnara báta. Og það sem er svo athyglisvert núna daginn að þá er bara tilkynnt með glans þeir með þú eiga það að þeir voru opinskáða með það að það væri kjarnorkuknúin kafbátur sem væri að koma til Íslands. Þetta væri eitthvað rosalega svona jákvætt fyrirbrigði og þetta var bara tilkynning frá utanríkisráðuneytinu. En á sama tíma segir þjóðaröryggisstefnan okkar eitthvað allt annað og það er bara þessi bókun Sjálfstæðisflokksins sem sagt hefur komið síðan fram. Þannig að við erum einhvern veginn ekki að vinna eins og eftir þessari stefnu. Það sem mér fannst líka brjálæðislega fyndið sem ég hafði ekki alveg átt að með á var bókun sem sagt Vinstri grænna við sem sagt þessa vinnu í kringum þessa öryggisstefnu að þau voru ekki saman og Katrín Jakobsdóttir skrifaði undir þetta og og það er sagt sem sagt ég var nú með þetta niðurskrifa það stendur að Vinstri-hreyfingin Grænt framboð telur þó að áherslan á aðild Atlantshafsbandalaginu og þátttöku meðal annars í loftrýmiseftirliti rýni illa við þá breiðu nálgun á þjóðaröryggisstefnu sem að breyst. Þannig að margt sem hefur breyst í þessu. Og ég, eins og ég segi, þetta fyrsta sem að uppfæra þessa stefnu. Ég meina flokkar eins og skipulög glæpast, ég meina ef við ætlum virkilega, eins og ég segi, hernaðarógnin, hún er þarna gagnvart okkur af því við erum partur af mjög aggressífu hernaðarbandalagi sem er að spýta vopnum inn í þetta stríð, hvort sem það er rétt eða rangt. Þannig að þjóðaröryggi okkar er hreinlega ógnað út af því. Þess vegna værum við miklu líklegri til að fá okkur netárásir frá Rússlandi. Þess vegna værum við miklu líklegra að það eru gerðir einhver árás og innviði kannski samskiptastrúktúruna eða eitthvað annað. Ég tel það samt ekkert endilega persónlega líklegt en það þarf að gera bara áhættumat við það. En ég bara vil benda það að þjóðaröryggisstefnan okkar, hún er allt og herlæg. Hún í rauninni samsvarar ekki hættumatinu, það þarf þá að breyta áhættumatinu eða breyta stefnunni. Þetta er ekki að tala saman eins og þetta er sagt fram í dag og síðan bara nefna að þú veist, það þarf að flytja aðra þætti vantarlega áhættuþættina í áhættumatinu, eldgos sérstaklega. Ég held líka og þarna kem ég inn á kannski eins og ég nefndi þarna með Austurríki og þeirra þjóðaröryggisstefnu. Við verðum að skoða miklu meira til dæmis ef það er ekki traust þjóðarinnar á stofnunum þá getur það verið mjög þá er erfitt að taka stórar ákvarðanir á erfiðum tímum ef það er ekki traust til stofnunum. Traustið hefur verið að það náðist gott traust vegna þess að þú veist þeir náði experta þarna á tímum COVID og fólk þetta var einhvern veginn var ekki pólitískt, það var ekki séð sem pólitískt að mjög upphafi. Ég er ekkert viss að þetta er eins auðvelt núna að ná svona breiðri samstöðu í stór verkefni og ákvarðanir vegna þess að traust gagnvart almenningi hefur bara minnkað og þá er erfitt að taka stórar ákvarðanir. Þetta er eitthvað sem er öryggismál og síðan þegar við horfum til dæmis á hvernig er lögreglan að bregðast við áhættuþáttum varðandi fjölmenningu sem hefur kannski og mögulega glæpastarfsemi að því að landið er opnara. Það er náttúrulega, þetta er eitthvað sem þarf að skoða miklu frekar og ættilega að koma fram í þjóðaröryggisstefnu miklu meira heldur en er gefin athygli á því núna. Ég vil taka það fram að ég er að vinna dálítið mikið eins og ég segi í ríkjum þar sem er styrjaldir
Og þar erum við miklu meira í staðin fyrir að því það nú ekki allt til peningar til þess að dæla í vopnum, merkilegt nokk. En þar líka oft, gerir fólk sér grein fyrir því að það ekki full hernaðarsigur ekki endilega option, þannig að hvernig bregstu við áhættum? Þú þarft að fara í rót vandans, þú þarft að skoða rót vandans. Við erum bara ekki rosalega góð í þessu. Við erum alltaf að einhvern veginn, það fyrirhyggjuleysi á Íslandi, mér finnst líka vera ákveðið fyrirhyggjuleysi núna í þessum hefðbundna herlæga öryggisstruktúr Evrópu og Bandaríkjanna. Mér finnst þetta bara að vera barnsins tíma en ég eflaust mjög margir sem myndi alls ekki vera sammála mér í því. Við mér finnst við verða að, eins og með til dæmis lögregluna í Íslandi, mér finnst við vera að bregðast miklu meira við, það til dæmis, það hryðjuverk, ok, hvað gerum við þá við því? Þá fyrir við að kaupa meiri byssur og þá þjálfum við fólkið okkar í að bregðast við hryðjuverkógninni. En hver ógnin og af hverju ógnin? Það þetta sem vantar, það þarf að snúa þessu svolítið við hvernig við nálgumst þessi vandamál. Við getum vissulega gert það þegar kemur að náttúruhamförum og slíku, en þegar kemur að til dæmis skipulagðri glæpastarfsemi, aukinni skautun, bara hryðjuverkum, sem þá ég að tala innanlands, ekki endilega utanaðkomandi, vegna þess að utanaðkomandi hryðjuverk náttúrulega þú verður að pikka upp með landamæraeftirliti og intelligence. En já, og þetta með Ísland hefur ekki verið með til dæmis leyniþjónustu, allavega ekki opinberlega og hljóða séu upp á herbergi í utanríkisráðuneytinu, en þetta mjög negatíft orð að nota leyniþjónustu vegna þess að það gefur í kynna að þú sért að en það sem við ættum frekar að tala hvernig virkjum við til dæmis lögregluna til að vera miklu meira svona community oriented policing, ég veit ekki alveg hvað það heitir á íslensku. Það sem að þessir aðilar eru miklu meira involveraðir inn í samfélagið og eru miklu líklegri til þess að pikka upp einhverjar hættur áður það gerast, frekar en að, eins og ég segja, vera að reyna að bregðast við hættunum þegar þær verða að veruleika. Ísland rosalega lítið land, það ætti ekki að vera erfitt fyrir okkur. Ég hef svolítið áhyggjur af því hvernig við erum að hafa okkur til dæmis í bara lögreglu, hvernig lögreglan að bregðast við bara, þú veist, almennum borgurum í mótmælendum og svona. Mér finnst þetta vera of aggressív nálgun á hvernig lögreglan að handla þetta. Ég hef persónulega verið að vinna með lögreglu víðsvegar út allan heim, þar sem við erum sérstaklega með að skoða hvernig de-escalatori í mótmæli. Lögreglan á Íslandi ekki góð þessu. Hún kemur einhvern veginn, virðist koma að þessu með einhverjum mjög aggressífum hætti sem ég bara reynilega ekki skil. Þannig að við erum ekki að tala vopnaða mótmælendur á Íslandi nema kannski þá pottur og pönnur í búsáhaldabyltingunni. Þannig að mér finnst við þurfa að bara fara í dálítið alvarlega skoðun, bara bæði hvernig við glímum við hætturnar innanlands, það þarf að skoða þær, ræða þær, það þarf að uppfæra þetta áhættumat, það þarf að uppfæra alla þjóðaröryggisstefnun okkar til þess að vera miklu breiðari. Mér finnst líka bara allt í lagi að eiga samtala það að þessi samningur við Bandaríkin frá 1951 og þetta að vera að eyða einhverjum peningum í vopna sem okkar comparative advantage ekki. Það vantar ekki að fólk vilji kaupa vopn. Mér finnst bara, þess að dáist ég rosalega mikið af til dæmis löndum eins og bara Möltu, sem ekki í Atlantshafsbandalaginu, þú veist, Írlandi, sem reyndar benefita frá samstarfi í Bretland, en ég dáist svolítið af þessum löndum vegna þess að þau hafa í rauninni, og þú sér það bara hvernig tóninn í öryggisstefnu allavega til dæmis Möltu, hvernig hann miklu meira svona ekki eins herlag eins og við. Það eins og við séum að því við erum ekki með hér, að það erum einhvern veginn að bæta upp fyrir það að vera með alveg fjölmarga blaðsíður Miðnesheiði og allar þessar samhæfðu aðgerðir með NATO og allt. Þetta rosalega svona, ok, það frábært skilurðu, en eins og ég segi, þetta ákveðin öryggisvent fyrir Ísland að vera í þessu samstarfi klárlega, ég ætla ekki að draga undan því. En ég ekkert endilega á því að mér finnst við verða að eiga samtal og sérstaklega ef að til dæmis Trump verður afturforseti í Bandaríkjunum sem að bara getur alveg skerst
þá ekkert víst að hann vilji halda áfram að borga eins mikið inn í NATO. Þú veist, ég meina það kom fram bara á síðasta kjörtímabilinu hans að hann var ekkert ánægður með það fyrirkomulega. Hvernig síðan mun fara fyrir stríðinu í Úkraínu þegar nýr forseti jafnvel ef að Trump kemst til valda, það ekkert víst að það verði nákvæmlega eins stefna. Þannig að ættum við þá alltaf ég meina það alveg sama hvað gerist í Bandaríkjunum, mun okkar utanríkisstefna eins og þú segir, mun hún bara alltaf vera frá Pentagon. Það bara þannig að þegar við ætlum að hleypa inn hælisleitendum frá Venezuela að því að Pentagon það bara, let's face it, ég meina það var það sem gerðist, að við bara hlupum eftir Ameríkunum með einhverja stefnu í Venezuela sem ég ætla bara að leyfa mér að segja, sko, ég hef fulla samúð með þeim í Venezuela en náttúrulega ástandið í Suður-Ameríku bara einhvern veginn, þú veist, tilkomið vegna íhlutunar Bandaríkjanna í fleiri ári gegnum valdatökur og annað sem, þú veist, þannig að þetta bara því miður þá Bandaríkinn þessi óstöðuleiki í Suður-Ameríku hann á sem nú sögu og fyrir okkur Íslendinga að hoppa inn í með þetta var bara gjörsamlega fárulegt. Má ég skjóta inn einu að því þú ert að tala traust á stofnunum og við getum líka rætt kannski traust á utanríkisstefnunni og öryggisstefnunni sem hlýtur að vera mikilvæg. Sömuleyti kom þessi stefna til tals í forsetakosningunum þar sem að eiginlega allir frambjóðendur andmæltu vopnasendingum til Úkraínu nema Katrín Jakobsdóttir og Jón Gnarr en allir aðrir og þar með talin nýkjöri forseti Halla Tómasdóttir sem að talaði bæði mjög hart gegn vopnasendingum til á vígvöllin og talaði líka fyrir að lausnin yrði að vera friðarviðræður og þær þyrftu að byrja sem allra fyrst. Þannig að hún var eiginlega sá frambjóðandi sem að var mest á skjön við þá stefnu sem að stjórnvöld reka. Og það viðbrögðin hafi verið þau að formaður utanríkismálanefndar Diljá Mist Einarsdóttir, hún var í spjalli í morgunútvarpi á Bylgjunni í vikunni þar sem að hún var að tala að þetta væri skítasendingar, svona skilaboð til Úkraínu og svo var Þórdís Kolbrún með stóra grein í Mogganum í dag þar sem hún var að færa rök fyrir því að við ættum auðvitað að senda vopnana inn, þannig að stjórnvöld eru byrjað að svara þessu og það sem að Halla var að orða held ég að sé raunverulega svona eitthvað sem byggir á vilja almennings, á sér djúpar rætur í svona hugmyndum almennings þáttöku okkar í svona aðgerðum að fólk almennt á móti vopnasendingum. En stjórnvöld eru strax komin eftir hún var kjörin, þá eru þau byrjað að gefa svolítið í svona rökstuðningin að það sem verið að mætti eiginlega orðað þannig að verið að þrýsta tiltekinni stefnu upp á Íslendinga án þess að það hafi farið fram nein umræða, neinu ráði það og líklega má ætla það að sé eiginlega gegn vilja megin þóra almennings. Já, ég veit eiginlega ekki hvað við erum að þú veist, fílingurinn bara einhvern veginn þannig að við sem einhvern veginn að reyna að vera svolítið stærri en við erum. Þú veist, við erum 400.000 manna þjóð og ég veit ekki hvað eftirvæntingar okkar erindrekar og stjórnmálamenn hafa búið til niður í Úkraínu en ég meina, ég get ekki ímyndað mér það að Zelenský eitthvað sérstaklega fútt út í íslensku þjóðina ef við værum ekki alveg bara partur af þeirra vopnasendingaprógrami. Ég held að það sé ekkert verið að búast við því af 400.000 manna samfélagi. Við verðum að fara að ákveða hvar við ætlum að vera vegna þess að plaggið, þessi þjóðaröryggisstefna gríðarlega herlæg. Allar okkar, allt sem við erum að gera svolítið eins og þú segir í trássi við, nú til dæmis forsætisráðherra búin að vera taka þátt í fjölmörgum bara svona ráðstefnum það sem að tala að Ísland sé friðarland. Who are we kidding? Skilur við erum bara orðin einn helsti, við erum búin að slíta sambandi við Rússland, við erum farin að bara kaupa vopn fyrir stríð sem keyrt áfram sem bara mjög, mér finnst þetta mjög óþægilegt og eins og þú segir flestir Íslendingar en aftur á þetta að vera einkamál eins flokks sem fer með málaflokkin. Þú veist, ég meina, það svolítið crazy, við þurfum aðeins að skoða valdumboðið þegar við kjósum okkur fulltrúa inn á Alþingi og inn í ríkisstjórn, þá þetta fólk að vinna fyrir fólki í landinu. Mér finnst einhvern veginn eins og þessi bara farið með þessi
ráðuneyti eins og einhverja prívat fífdóms og fólk bara það sem vill og það bara sést. Þannig að ég vonar hreinlega að ný ríkisstjórn breyti þessu og kannski að það verði bara settar skýrari línur. Hvar ætlum við að vera? Erum við friðarþjóð? Ætlum við að beita okkur fyrir friði og diplomatískum leiðum, þú veist, eins og Malta, eins og, þú veist, nú Malta í öryggisráðinu, búin að standa sig mjög vel í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna, bara eftirtektarvert hvað búið að hafa látið að sig kveða þar. Meina þetta smáríki eins og við. Mér hefur fundist til dæmis í málefnum Gaza og svona, þá horfi ég bara með undröfum að sjá hvernig, þú veist, forsætisráðherrar Noregs, Spánar, Írlands, sérstaklega Írland og Noreg, þetta svona minnir ekki. Mér finnst við bara því miður vera með kannski þá fólk sem fer fyrir okkar málum þarna sem ekki að endurspegla það sem við höfum lagt upp með sem þjóð. Þetta, ég meina, friðarþjóð. Við erum það bara ekki, alls ekki. Við erum langt frá að vera friðarþjóð. Ef við ætlum að vera friðarþjóð, þá myndum við endurskoða þessar stefnu okkar og tala miklu meira traust og mann. Ég meina, jú, þetta kemur fram í textanum Sameinuðu þjóðirnar. Það reyndar ekki einu sinni minnst á samstarfið okkar að ég tók eftir í sambandi við Evrópu. Ég meina, við erum í Schengen. Það heilmikið mál bara. Og það eflaust endurspeglast í öðrum þáttum sem að síðan undirbyggja þessa þjóðaröryggisstefnu sem svona regnhlífin, sko. Jú, eflaust það dílað við það. En mér finnst samt eins og ég segi, það vantar inn í þessa öryggisstefnu. Það vantar bara, við erum, eins og ég segi, við erum í Schengen. Við erum að taka á móti flóttafólki. Við erum með samfélag sem að byggist alveg rosalega mikið túrisma. Við erum mjög, til dæmis ef það kemur eitthvað fyrir varðandi bara eldgos, samskipti, annað, þá erum við, ég meina, efnahagslega erum við rosalega, bara okkar strúktúrar eru mjög veikburða, kannski mögulega í alls konar svona scenario. En já, mér finnst einhvern veginn þetta bara, þegar ég les svona stefnuna, mér finnst þetta bara vera först í einhverju svona 70s feeling, kaldastríðs feeling, þú veist, aftan við NATO, eftir sambandið þessar. En til að endurnýja hana, að við erum búin að tala um að það sé skortur á umræðu og að sömuleyti hægt að horfa á það að það rekin öryggisstefna Sjálfstæðisflokksins og hún þeir þröngu henni í gegnum ríkisstjórn og það samþykkt. En það Alþingi virðist raunverulega útvista öryggisstefninu líka til valhallar. Það ekki eins og sé ykkur flokkur á þingi sem að gera kröfu sjálfstæða öryggisstefnu. Ég hef ekki varið við það. Þetta er mjög interessant vegna þess að það eins og að fólk hafi ekkert sérstaklega mikið áhuga á utanríkispólitík. Það bara virðist ekki vera forgangsatriði hjá mörgum þingmönnum eftir vill skiljanlega en mér finnst til dæmis eins og ég segi þegar ég fór að skoða hvernig Ísland var að kjósa í sumum kategórium hjá Sameinuðu þjóðunum þá var ég alveg stundum bara stúm því það gekk algjörlega þvert á við yfirlýst markmið okkar og jafnvel á erlendum vettvangi. Það sem, eins og ég segi, að kjósa gegn banni við kjarnorkuvopnum, það samræmist ekki stefnun okkar. Að kjósa til dæmis að vatn sé ekki mannréttindi, vatn fyrir alla sé ekki mannréttindi, það fannst mér bara, hvað? Og svo kemur alltaf einhverju svona útskýringar, já, okkur fannst ekki alveg þessi texti þarna, þú veist, það eitthvað detail-atriði sem verið að fela sig á bakvið, en í raun fram, eins og þú sagðir, hún oft bara með Bandaríkjunum. Nú verðum við að fara alvarlega að hugsa þetta vegna þess að Bandaríkin eru að einangrast alþjóðlega. Og í rauninni að þá Úkraínustríðið sem sagt ég veit ekki hvort að sambandi hjá okkur eitthvað slæmt en ég gerir ráð fyrir að þú heyrir í mér. Já, ég heyri þér. Ég ætla bara að segja að Úkraínustríðið heldur lífinu í NATO núna, sko. NATO, ég meina þegar Varsjárbandalagið var lagt af, þá hefðum við í rauninni átt að leggja af NATO. Við hefðum átt að, Atlantshafsbandalagið hefði átt að slíta því og búa til nýja varnarstrúktúra sem var samræmdust eftir kaldastríðstímann. Það held ég að verið miklu eðlilegra. En við erum með þetta
þetta stóra bandalag. Eins og ég segi, það má algjörlega debata það hvort okkar öryggi sé betur hagað inn í því eða út í því. Það nú bara merkilegast við það. NATO á tímabili sem við vorum síðan þáttakendur í og fórum meðal annars til Afganistans á vegum NATO. Núna, 2024, ekki verðt að spyrja sig hvað í ósköpunum var NATO að gera í Afganistan. Svo umræða ekki í gangi á Íslandi að svona endurmeta öryggishagsmuni okkar og allra síst kannski stöðu okkar inn í NATO, að það ekki með stundum fyrir hérna við rauðaborðið að vera að ræða að ríkin í NATO ekki eitt með einn huga, heldur hafa verið ólíka hagsmuni. En hins vegar hafa íslensk stjórnvöld veitt Varðbergi styrk til þess að fara í skóla landsins og kenna æskuliðnum NATO sem að ég held að Varðberg kalli friðarbandalag. Hann nú staðan og þetta það ekkert þess að segja, það bara að læga þessu. Þetta friðarbandalagi, ég meina NATO, ég náttúrulega dálítið erfitt með NATO vegna þess að ég meina NATO fór inn í Líbíu og rústaði gjörsamlega landinu á forsendum sem voru ekki alveg skýrar. Þannig að NATO er með ákveðin svona, bagga. Ég ætla bara að segja að það sem þarf að gerast, gefum okkur að ný ríkisstjórn komi inn. Það fyrsta sem þarf að gera að endurskoða áhættumatið, það þarf síðan að taka samtal. Það væri rosalega gaman að sjá einhverju svona vinnuhópa sem að væru ekki bara einhver þingnefnd, heldur að involvera þjóðina í samtali þjóðaröryggi Íslendingar sjálfra. Og þarna væri frábært að skoða miklu meira orkumálun okkar. Það nú alveg eitt sem það þarf að uppgreita þarna í þessari stefnu. Því að ég held bara að þarna á þessum árum hafi bara Ísland ekki haft neinar áhyggjur af orkumálunum eða meira kannski árás á orkuna en orkustrúkturum okkar en ekki endilega orkuskort og það er svolítið, þannig að það er ýmislegt sem þarf að uppfæra dálítið mikið hérna og svo eins og ég segi, það er þessi nálgun. Ég myndi gjarnan vilja sjá að við færum aftur í þetta tungumál sem var notað þegar við lögðum upp á stað með þess að þróa þjóðaröryggisstefnu, það sem er miklu meiri áhersla lögð á Sameinuðu þjóðirnar, miklu meiri áhersla lögð á diplómatískar leiðir, samstarfi lönd. Ég held líka að ef við erum að tala okkar eigið öryggi, bara þú veist, varðandi glæpi, artificial intelligence, ef við erum að tala líka, hvað heitir þetta það er þá efnahagsviðverk, að þá Þú ert ekki að tala þá sem stóðu fyrir hruninu þú ert ekki að tala slík hryðjuverk sem eru heldur svona það sem verið að beita aðgerðum til þess að brjóta niður efnahag ríkja. Já, ég að tala peningaþvott. Ég að tala til dæmis að Íslendingar, ég meina við höfum verið bara virkilega skömmuð fyrir það að taka ekki á peningaþvætti og þannig að það eru alls konar atriði sem að ef við ætlum virkilega að tala samstarfi þjóða og þjóðaröryggi þá þurfum við að taka okkur saman í andlitinu víða þar. Síðan bara okkar við sjálf Íslendingar. Ég skil ekki af hverju í ósköpunum við erum 400.000 manns og það er svo auðvelt að snúa við. Ég er ekki að tala skautunina, pólitíska skautun, heldur er að tala það er virkilega það er möguleiki á því að við sjáum vegna þess að þetta snýst tækifæri á Íslandi, þetta snýst fólk sem er nýkomið til Íslands, þetta snýst ég voru að afsaka ég vinn ekki af íslensku tungumáli þannig að oft flækist íslenska svolítið fyrir mér. En það sem ég er að reyna að segja er að það er hætt við því að það skapist ákveðin gettós af útlendingum sem fá ekki sömu tækifæri, upplifa rasisma og það verður þessi að samfélagi raunverulega fari í það að þarna verði einhver hópur fátækra innflytjenda sem að geta síðan leitt út í það að það verði þjóðaröryggismál. Það er stefna íslenskra stjórnvalda í dag að þessi þróun verði, það er bara þannig. Já, og það er ekki verið að taka á sig vegna þess að það er svo auðvelt að taka á sig og virkilega ef það er pólitísku vilji til. Það er miklu betra að vera í stað þess að vera fjárfesta í einhverjum vopnum sem að eiga að taka á niður þegar það er að framkoma hryðjuverkin. Ég er ekki að segja að þessi hópur vegna þess að nótabenni eina fólki sem hefur verið síðastlegin mánuð dregið fyrir íslensku lögreglu voru íslenskir hvítir menn sem og þetta er sami í Bandaríkjunum að það er enda að tala að ógnir sé miklu meiri frá hægrinu heldur en innflytjendum eða vinstri. En ég ætla bara að segja,
af því við þurfum að eiga þetta samtal. Við getum ekki haldið áfram að vaða áfram svona fyrirhyggjuleysi í þessum málum eins og öðrum, að þetta fólk upplifi sig sem svona jaðarsett. Það öryggisvon. Og öryggisstefnan okkar verður að fara að taka með þessu og það þýðir meira bara economic justice, social justice, allir þessi þættir sem þess að þóru að tala réttlæti, efnahagslega, réttarkerfið okkar, hvernig það tekur á hlutunum líka. Mér finnst bara eins og ég segi, þetta plagg svolítið úrelt og þetta bara svona herrlegt plagg sem við þurfum að skoða og ég vona líka að, þú veist, ef við fáum nýja ríkisstjórn þar sem við fáum kannski nýtt og ferskt blóð inn í utanríkisstefnun okkar og inn í stjórnarráðið sem að myndi þá sitja fyrir nýrri þjóðaröryggisstefnu að við förum aftur friðelskandi þjóð og þá getum við ekki verið að kaupa vopn. Menna það gengur algjörlega gegn þeim skilabúm. Við getum ekki heldur bara kvittað undir hvað sem við þurfum að vera. Ég hefði til dæmis viljað sjá, ég veit þetta svolítið galið, en af hverju gat Ísland ekki, af hverju þurftu að hlaupa svona rosalandi pilsvöldin á Bandaríkjunum varðandi Úkraínu? Af hverju gátu við ekki verið landi sem að hélt einhverjum diplomatískri viðveru í Rússlandi? Það verður að vera samtal á milli. Hvort sem við erum að tala og það sama með Mið-Austurlönd. Að vinna hernaðarsigur í til dæmis varðandi Hamas, þá ertu raunverulega að tala fullkomna útrýmingu á mjög stóran hluta Palestínumanna á Gaza. Ef þú ert að tala hernaðarsigur Úkraínu yfir Rússum, það eina sem að það geti gerst að Rússland eigi ekki pening raunverulega til þess að reka hernaðarstefnu sín. En Rússland selur bara sínar auðlindir og sína olíu til annara en Vesturlönd. Þeir eru bara að selja olíu til Kína og þeir eru að selja olíu til vandalega Indlands og ég meina þannig að þú veist það eina sem að getur stoppa stríðið svona hernaðarsigur í Rússlandi ef Rússland fyrir hausinn. Nú erum við 2-3 ára seinna, það er 2 ára seinna, það er ekki að fara að gerast. Við hljótum að sjá það. Þannig að það verðum að breyta. Við verðum að breyta taktík og við verðum að setja spurningamerki við þetta hernaðarbröld. Þeir einu sem greiða í dag, Gunnar Smári, eru hergagnarframleiðendur. Því að eins og ég segi, heimurinn ekki betur en að var fyrir nokkrum árum. Við erum að stefna í frekar ömurlega tilvist. Bara ég vinn mikið í Afríku. Það eru eintómstríð og maður sér ekki endilega fyrir endan á því vegna þess að eins og ég segi, það eru hergagnarframleiðendur, það eru svo miklir, það eru bara national interest sem og eins og ég segi, Vesturlöndin ekki spilað rosalega gott hlutverk í þessum löndum vegna þess að margt af því sem hefur gerst og eitthvað af þessu afleiðing náttúrulega nýlaupi tímabilsins en það virðist vera, þetta óhugnanlega herlæg sjónarmið sem eru yfirráðandi í dag og þetta eitthvað sem að smáríkin ætti að taka þessi saman að einangra sig. Gjörsamlega að einangra sig á samþjóðanum og við hljótum að taka það svolítið inn í líka þegar við hugsum okkar eigin bandamenn. Fyrir okkar helsti bandamaður ekki betra að setja eggin í fleiri karfur heldur en að spila þetta svona rosalega sterkt. Og eins og ég segi, ég set spurningamerki við það að aðild okkar að NATO ekkert endilega þjóðaröryggislega sé betra. Eins og ég segi, Írland ekki NATO, Sviss ekki NATO, Austurríki ekki NATO, Malta ekki NATO. Herir þessara þjóðar ekkert endilega að fara að standa gegn innrás, en líkurnar á innrás frá til dæmis Rússlandi, þær eru bara ekki til staðar að Finnland öðruvísi. Ég skil akkur Finnar. Við getum ekki flutt inn öryggisstefnu annarra ríkja heldur verðum við að mjóta hana sjálf. Helen, kæra þakki fyrir að leyfa okkur að slá á þráðinn. Það er búið að vera svolítið veikt sambandi hjá okkur þannig að við verðum að hætta núna en það er margt merkilegt sem hér kom fram. Kæra þakkir. Takk fyrir. En við ætlum að halda hér áfram við rauðaborðið að reyna átt okkur á þessum heimi sem við lifum í. Næsti kafli eftir augnablik. Erfiðleikar heimila verkafólks hafa hríðversnað frá árinu 2021. 6 af hverjum 10 félögum í Eflingu eiga nú erfitt með að ná endum saman. Hvernig getum við réttlætt það?
Efling stéttarfélag, barátta fyrir betra lífi.